Halleluja, öflugur drengurinn minn. Halleluja. Hann vaxandi. Amen. Mér finnst bara eins og að hellast yfir með eitthvað flensa, en það bara skiptir engu máli. Það sigur hér í dag í Jesú nafni. Halleluja. Dýr sé þér Jesús. Við erum búin að vera að tala síðustu vikur, síðustu mánuði. Þá höfum við lagt áherslu á lofgjörð. Hvað mikilvægt að læra að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Og vinir, það eitthvað sem við þurfum allt lífið til að læra. Og það alltaf nýjar og nýjar kringumstæður. Og við hefum þá tilhneigingu til að gleyma því hver Guð í kringumstæðunum. Og við þurfum að erfiða í eigin mætti að reyna að gera hlutina sjálf. Ég rosalega dugleg að taka í stýrið og bara, þið vitið, reyna að redda hlutunum sjálf. En vinir, Biblían kennir okkur að þegar við lofum hann í öllum kringumstæðum, þá hann trúr og réttlátur og hann gerir magnaða hluti í okkar lofgjörð. Og þú getur spurt þig, bíddu, hvað meinarðu með lofgjörð? Hvað þýðir það? Lofgjörð ekki bara hálftími eða 45 mínútur á sunnudögum. Þegar við syngjum falleg lög, við fáum gæsahúð og við lyftum nafni Jesú. Lofgjörð lífstíl. Lofgjörð lífstíl, vinir. Og Guð vill kenna okkur að tilenga okkur ákveðna hugsun, ákveðin lífstíl. Þannig að líf okkar sé ekki bara, þið vitið, hér í dag og þarna á morgun, heldur að við séum rótföst og berum mikinn ávöxt. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Og við höfum verið að læra það hvernig við getum hreinlega vakið upp morgunroðan í okkar lífi. Það það sem að Davíð gerði. Hann fór að lofa Guð í þannig kringumstæður, hann var algjörlega inni króaður. Það var engin leið í mannlegum mætti að hann gat séð fram á sigur, það búið að ræna hann öllu. Það búið að taka konur og börn og meiri segja kappar Davíðs snerust gegn honum. Og hvað gerði Davíð? Það pínulítið vers þegar hann fer í Siklag og versi segir, hann hresti sig upp í Guði sínum. Og vinir, það sem við þurfum að læra sérstaklega eftir því sem við vöxum á göngunum með Guði hvernig við getum hrest okkur upp í Guði. Við þurfum að læra að hressa okkur upp í Guði. Vinir, það að fá hvatningu þarf ekki alltaf að koma utanfrá. Við þurfum að læra að hvetja okkur sjálf. Við þurfum að vita það að Guð trúfastur í gær, í dag og alla eilífð. Og vinir, ef hann hefur treysti fyrir kringumstæðum, þá mun hann koma þér í gegnum kringumstæðunar. Hann fullfær fyrir alla þá ákalla hann. Og Árni Þór á síðustu sangum, hann fór að tala ákæranda bræðrana. Og vinir, þessi ákærandi, hann ótrúlega duglegur að draga úr okkur kjark. Hann kemur með ásakanir endalaust, þú svona og svona og þú getur ekki þjóna Guði. Og vinir, þetta ekki byggt á mínum verðleikum að ég standi hér í dag. Þetta byggt á hans miskunn. Hann leyfir mér þrátt fyrir mig og hann treystir mér þrátt fyrir mig. Því að hann fullfær að gera langt umfram það sem við skiljum og skynjum. Má ég heyra amen? Og vinir, það sem við þurfum að læra að þagga niður í ákæranda bræðrana. Við þurfum að fara að segja við hann, herðu, ég veit hver ég Ég veit hvaða blóð hefur hreinsað mig. Ég veit hvaða nafn yfir mínu lífi. Og vinir, ef hann með oss, hver getur þá verið á móti oss? Og vinir, þegar við nálgumst kringumstæðurnar, þá þurfum við að nálgast eins og maður sem valdið hefur. Við erum sigurvegarar, við erum ekki undirokarar, við erum sigurvegarar. Við tæklum hlutina héðan frá en ekki héðan frá. Af hverju? Því að meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Það ekki byggt á mínum verkum, það byggt á hans verki. Og vinir, þegar ég íklæði mig Kristi, að þá get ég alla hluti fyrir hann sem hefur blessað mig. Og vinir, hann ekki bara búin að kalla mig, hann hefur kallað hvern og einn einasta sem hér í dag.
Og vinir, ef að þú ert í ókleifum kringumstæðum, rétt eins og lagið segir, það sem hann gerði fyrir Móse, það gerir hann fyrir þig. Og við gleymum því stundum á göngunum með Guð og við gerum lítið úr máttaverkinu sem að hann vann á Golgata. En það sem að Guð er að fara fram á við kirkju sína er djörfung, að við rísum upp. Að við rísum upp og verðum það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Og vinir, það er komið tími til þess að kirkjan hætti að hörfa. Við þurfum að fara að segja sannleikan eins og hann er, því að það er kærleikur í sannleika. Þú segir ekki við börningin þau þurfa að gera eitthvað hræðilegt, já, þetta er bara allt í fínu með þig. Þér þykir vænt barnið þitt og þá segirðu barninu hvað hann er að gera rangt. Halleluja. Og það er nákvæmlega það sem að Guð vill gera fyrir okkur. Hann setur ekki reglur og slíkt í umhverfi okkar til þess að meiða okkur. Það er til þess að við berum meiri ávöxt. Það er til þess að við horfum til hans og við berum að líf okkar beri keim af honum. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar aðeins í dag að tala ótta og hvernig við getum yfirstigið ótta í okkar lífi. Því ég veit ekki með ykkur, en ég er stundum full af ótta. Og ég þarf að ganga út á þetta orð sem að Guð hefur gefið mér, oftar en einu sinni. Því ég get upplifað ótta, en ekki verið ótta slegin. Heyrið hvað ég er að segja? Ég get upplifað ótta, en ég þarf ekki að vera ótta slegin. Og við verum að passa okkur á því, það er ekkert óeðlilegt við það að upplifa ótta. En fullkomin elska Guðs, hún útrekur ótta. Og það sem ég ger í óttanum, ég klæðist honum. Því að það er hann sem hefur sigrað allt. Halleluja. Þannig að mér langar til þess að fara í alveg epic ritningarstað. Eitthvað sem að við höfum svo oft lesið og speglað okkur í. Og það er ákvörð á þeim tímapunkti þegar Ísraelsmenn voru komnir út úr Egyptalandi og þeir voru leiðin inn í Kanaansland og við þekkjum söguna, þeir voru 40 ár í eyðimörkinni. En svo kom að því að þeir stóðu frammi fyrir landinu helga sem að Guð hafði gefið þeim. Og Guð iðrast ekki gjafa sinna né köllunar. Þannig að landið er þeirra. Hann gaf þeim landið fyrir mörg þúsund árum síðan og landið er þeirra. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að lesa Jósúa í 1. kafla og í versi númer 6-9 og það stendur svo: vertu djarfur og hughraustur. Þú átt sjálfur að skipta landinu í erfðahluti með þessari þjóð. Landinu sem ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Og hann segir aftur: vertu aðeins djarfur og hughraustur. Gættu þess að framfylgja nákvæmlega. Og ég vil undirstrika þetta. Gættu þess að framfylgja nákvæmlega lögunum sem Móse þjónn minn setti ykkur. Viktu hvorki til hægri né vinstri frá þeim, svo þér vegni vel hvert sem þú ferð. Og svo er þetta sem ég vil leggja alveg sérstaklega áherslu á. Þú skalt hugleiða efni hennar dag og nótt. Og vinir, vandinn við okkur sem erum í kirkju Guðs er að við gleymum að hugleiða lögmál hans. Við gleymum að hugleiða ritningar hans dag og nótt. Svo þú getur gætt þess að fylgja nákvæmlega því sem er skráð. Til þess að ná settu marki og þér farnist vel. Svo að lokum hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að Drottinn Guð þinn er með þér hvert sem þú ferð. Halleluja. Lyftum upp höndum okkar og þökkum Drottni fyrir það. Við þurfum ekki að óttast. Hann er með okkur hvert sem við förum í Jesú nafni. Halleluja. Og ástæðan, vinir, hann segir aftur og aftur og aftur það sama. Óttastu ekki, vertu hughraustur. Láttu ekki hugfallast. Er einfaldlega út af því að við höfum tilhneigingu til þess að láta hugfallast. Við höfum tilhneigingu til þess að vera full af ótta. En vinir, við höfum þann sem hefur sigrað allt í líf okkar.
Við þurfum ekki að óttast. Og vinir, ástæðan fyrir því hann segir þetta aftur og aftur út af því að það innri rödd í okkur öllum sem að reynir að tala úr okkur kjark. Rödd sem að segir okkur, þú getur ekki þetta og þú getur ekki hitt. Sjáðu hvað þú ert búin að gera. Sjáðu líf þitt. Sjáðu ávexti lífs þíns. Þú getur ekki, þú ert ekki verður að bera, þið vitið, kross drottins. En mér langar að segja ykkur, vinir, að þessi rödd lygari. Þetta lygari. Þetta Satan. Og vinir, það eina sem hann getur gert að ljúga. Því að þegar við erum undir blóði drottins, þá erum við hrein. Og reyndar kenni Biblían, hann kastar syndunum á bak sér. Hann minnist þeirra ekki. Og vinir, þegar við erum búin að biðja Guð að fyrirgefa okkur, þá erum við hrein og heilög. Við erum lítalaus frammi fyrir honum. Og vinir, ég ger þetta á hverjum einasta degi. Ég bið Guð að hreinsa líf mitt og hreinsa mig. Gera mig lítalausa út af því á hverjum einasta degi þá ger ég eitthvað sem ekki alveg, þið vitið, hugsun eða gjörð. Og vinir, þegar ég kem fram fyrir honum þá veit ég það. Ég kem fram fyrir honum í djörfung. Ég veit að hann búin að vinna verkið. Það eina sem ég þarf að gera að þiggja borði drottins þar sem hann hefur þegar fyrirbúið fyrir mig. Og vinir, þegar ég geri það að þá upplifi ég endurreisn. Og við gleymum því stundum á hverjum einasta degi þá endurreisn. Í blóði drottins endurreisn. Því að blóði fór ekki bara í gröfina, hann reis upp frá dauðum. Og vinir, gerum ekki lítið úr upprisu krafti drottins sem býr innra með okkur. Halleluja. Og hann segir þarna aftur og aftur við Jósúa, vertu hugrakkur, ekki óttast. Vinir, það sem ég vil segja ykkur í dag að nærvera Guðs lofuð. Hún alltaf til staðar. Nærvera Guðs, hann segir í orði sinni, ég mun aldrei yfirgefa þig, ég mun aldrei sleppa þér hendinni. En vinir, loforð Guðs, þau eru valkvæð. Loforð Guðs, þú þarft að stíga fram í loforðum Guðs. Loforð Guðs, detta ekki af himni ofan, þú þarft að stíga fram í loforðum Guðs. Og vinir, ekki láta óvinnin stela frá þér því sem að Guð hefur fyrir þig. Við erum ekki bara heyrendur, við erum líka gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Halleluja. Þannig að vinir, nærvera Guðs, hún alltumlykjandi alltaf. Þegar þú tekur við Jesú Kristi sem þínum persónulega frelsara, þá hann búin að lofa þér. Hann mun aldrei sleppa þér hendinni. Rétt eins og hann gerði með Ísraelsmenn þegar þau fóru hring eftir hring eyðimörkina. En loforð Guðs var Kanansland. Það var loforðið. Tilgangur Guðs var að hjálpa þeim að komast út úr Egyptalandi og inn í Kanansland. Og vinir, með sama hætti þá hefur Guð ákveðna köllun á lífi okkar. Og við leifum of oft ákæranda bræðrana að hæðast að þessu loforði í hjart okkar. Við leifum hann jafnvel að stela frá okkur loforði sem að Guð hefur sett í hjart okkar. Og vinir, kirkjan þarf í dag að taka tilbaka því sem að óvinnurinn hefur stólið. Má ég heyra amen? Við ætlum ekki að liggja flöt fyrir óvinnurinn, við ætlum að taka tilbaka sem að hann hefur stólið. Má ég heyra? Halleluja. Það var það sem ég hélt. Halleluja. Dýrsi Guði. Halleluja. Það sem að við stundum gerum að við gerum oft lítið úr hlutum sem eru alveg stórkostlegir í reikningunum. Við tölum Davíð og Gólíat og við oft setjum okkur hlut við Davís eins og við sem að feysa nákvæmlega sömu kringumstæður á Davíð. Við erum það ekki. Okkar Gólíat mun minni og hann mun viðráðanlegri. Ég skal alveg lofa okkur því. Og það sama var upp á teningnum þegar Jósúa, þið veit, búin að vera 40 ár undir forystu Móse.
Það var leiðtoginn sem að Guð reist upp til þess að taka þjóðina út úr Egyptalandi. Móse var maðurinn. Móse var sá sem allir horfðu til og báru virðingu fyrir. Móse var maðurinn. En út af því hann óhlýðnaðist Guði, þá fékk hann ekki að stíga inn í Kanans land. Og Guð reist upp Jósúa. Og við þekkjum það að Jósúa og Kaleb, það stendur svo skýrt í orðinu að þeir hafðu annan anda. Og þetta annar andi þýðir annað viðhorf. Skiptir viðhorf okkar máli. Vinir á göngunum með Guði skiptir viðhorf okkar máli. Viðhorf okkar skiptir máli nefnilega. Halleluja. Og það sem að gerist það að Jósúa stendur frammi fyrir ókleifum kringumstæðum. Kanasland var fyrir framan þau. Líðurinn sem að hlýddi engu. Sem var alltaf eitthvað að prakkara strikast bak við hann. Líðurinn sem að vildi ekki hlusta á neitt eða gera neitt. Líðurinn sem óhlýðnaðist, möglaði og kvartaði og kveinaði. Þetta voru erfið skilyrði fyrir Jósúa. Hann tók við einhverju sem var rauninni alveg ókleift verkefni. Ekki nóg með það, heldur í landinu voru risar. Í landinu, það kennir að menn voru risavaxnir í landinu. Og vinir, þar voru Amorítar, Hetitar, Jebúsítar og alls konar ítar. Sem ég kann bara ekki alveg nöfnin á akkurat í augnablikinu. Þannig að það sem að stóð fyrir framan hann var ofboðslega erfitt. Og hver sem hefur upplifað ógn og ótta í þessum kringumstæðum hjá Jósúa. En Biblían gerir greinamun á tilfinningunum ótta og vera óttaslegin. Við getum nefnilega sigrað óttan. Og það segir aftur og Guð leggur áherslu á það. Það ekki það að við eigum að læra Tóra Guðs og utanbókar og svo framvegis. Nei, við eigum að vera hugrauk. Og það það sem að Guð leggur áherslu á við Jósúa. Hann segir við hann, vertu óttalaus, vertu hugraukur. Og hann segir það aftur og aftur til þess að koma því í gegnum hugans. Að hann meiri en sigurvegari. Halleluja. Og það ekki oft þannig að þegar Guð kallar okkur í eitthvað ákveðið verkefni, þá eru verkefnin ókleif. Við sjáum oft á tíðum ekki út úr augum okkar. Kannski það hlutir sem að þú hefur gert af þér sem að bara byrgja þér sýn. Kannski það utan að komandi aðstæður sem að byrgja þér sýn. Kannski það erfitt uppeldi sem að byrgja þér sýn. En þegar Guð kemur inn í lífið þá vill hann endurleysa þig. Hann vill setja fætur þínar og klett aldana sem aldrei bifast. Og vinni, Guð fullfær að gera nákvæmlega það sem hann þarf til þess að koma okkur alla leið. Þannig í staðinn fyrir að kvarta og kveina eða reyna að stjórna hlutunum sjálf, þá skiptir svo miklu máli að íklæða okkur honum. Vita það að hann þegar búinn að sigra. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig að náttúrulegt viðbragð okkar ótti. Og það sem að Guð í rauninni að segja við Jósúa að óvinurinn ekki hérna úti. Óvinurinn hér. Hugur okkar óvinurinn. Munið í Sálmi 23 þegar hann segir, ég smyr höfuð, hann smyr höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur og reyndar réttíðing að hann flæðir yfir. Vinir, á hverju setur hann smurning á höfuð okkar? Smurningin brýtur okið. Okið hér. Okið í hug okkar. Okið í tilfinningunum sem oft skapast af hugreiningum hjartans. Og vinir, óvinurinn ekki þarna úti, við þurfum að sigra sjálf okkur. Hann vill brjóta okið í hug okkar. Og smurningin fer frá höfðinu
allstaðar annarstaðar, út í öll skilningavit okkar. Hann smyr höfuð þitt með olíu, bikar þinn, hann flæðir yfir. Halleluja. Þannig að hugurinn, vinir, við erum ekki að tala um óvinni hérna úti, við erum að tala um óvinni hérna inni, sem að reyna að ræna frá okkur orði Guðs, sem að reyna að ræna frá okkur upprisu kraftinu sem býr í drottni Jesú Kristi. En mér langar að segja hér í dag að hann sigraður. Hann hefur ekkert vald. Ljónið tannlaust. Hann kann bara öskra og ekkert meir en það. Þannig að látum hann ekki blekkja okkur og íklæðumst Kristi. Íklæðumst hugrekki og gerum vilja Guðs. Halleluja. Takk Jesús. Þannig að óvinurinn ekki fyrir utan þig, hann inn í þér. Og þarna eru Ísraelsmenn komnir út úr Egyptalandi á leiðinni inn í Kanansland. Og ég veit ekki hversu oft ég hef séð frelsa fólk einmitt í nákvæmlega þessari stöðu. Þeir eru komnir út úr Egyptalandi en þeir eru ekki búin að höndla loforð drottins. Og Guð vill breyta því í dag. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að við ætlum ekki bara að vera farin út úr Egyptalandi, við ætlum að stíga inn í Kanansland sem að flýtur í mjólk og hunang. Það nóg að borða, nóg að drekka. Það eru alls nægtir. En fyrst þurfum við að herja á þessa óvinni hið innra sem að reyna að taka frá okkur. Þannig á hverjum einasta degi þá þurfum við að íklæðast drottni. Hvernig gerum við það? Við komum fram fyrir hann í bæn. Við lyftum upp nafni drottins. Við leitum hans í orði hans. Við leifum orði hans að hafa áhrif á hug okkar. Og vitið hvað ég geri? Ég tek oft bara einn ritningarstað sem að ég bara endalaust að hugleiða og ég fer að tala hann út yfir lífi mínu. Ég fer að minna mig á að einmitt það, að óvinurinn lígari. Vini, ótti ekki elskunni. Og stundum þegar ég upplifi ótta þá þarf ég að minna mig á það. Ótti ekki elskunni. Og vini, ég elskuð af drottni og ég tilheyri drottni. Þannig að ég meir en sigurvegari. Og það svo magnað þegar maður upplifir sig svona smáan að fara að tala út. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Drottin, ég veit að þú munt fullkomna það verk sem að þú hefur hafið innan með mér. Meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Og vinni, þegar við förum að horfa á kringumstæðna með þeim hætti, þá byggist í okkur trú og trúin það sem að þorir. Það trúin sem þorir og trúin byggist á boðinu og boðinin byggist á orði Krist. Þannig að hvar trú þín? Trú þín byggt á eigin verðleikum? Trú þín byggt á Jesú Kristi? Ef að trú þín byggð á Jesú Kristi, að þá notar orð hans. Og vinir, við vitum að orð hans, það sverð. Það eina vopnið. Allt annað eru varnarklæði. En við höfum vopn sem Jesú Kristur. Og vinir, þegar við stöndum frammi fyrir kringumstæðum, þá erum við með hersveitir engla með okkur. Og við þurfum að opna okkur andleg augu þannig að við sjáum. Má ég heyra amen? Þannig að við þurfum að sjá, vinir. Við þurfum að sjá hvað Guð hefur gert fyrir okkur. Og við þurfum að leyfa honum að umbreyta hug okkar. Alveg eins og Davíð sagði forðum daga, hann sagði bara hreinlega, lofa þú drottinn, sála mín. Og allt sem í mér hans heilaga nafn. Það þýðir ekki ég og hann var konungur, ekki ég heldur þú. Og vinir, ég ætla bara að gera það litla sem að Guð hefur sett í minn hlut og það að standa kjur og lofa hann. Halleluja. Eigum við að lofa hann hér? Halleluja. Halleluja, lyftum upp nafn hans. Halleluja. Þetta nefnilega mjög gott. Takk í Jesús. Þannig að við ætlum ekki að vera í miðjunni eins og Jósúa og Ísraelsmenn á þessum
nákvæmlega þessum tímapunkti. Við ætlum ekki bara að horfa á loforð Guðs, við ætlum að tileinka okkur loforð Guðs. Við ætlum að stíga inn í loforðið. Og mér langar til þess að fara í 4. Mósebók í 13. kafla til þess aðeins að skoða hvað hafði gerst 40 árum áður. Móse hafði þá sendt njósnamenn inn í landi til þess að sjá hvað landið hafði að geyma. Og af þeim hópi sem að fór, það voru bara 2 með gott að segja landið. Og það nú yfirleitt þannig að til þess að sá hjá okkur ótt á efasemd, þá oft illar kvittur á meðal okkar. Og stundum það þannig að það eins og söfnuð Guðs sérlega opin fyrir alls konar kjaftasögum og öðru slíku. Við eigum ekki að taka við því í Jesú nafni. Má ég heyra með? Þetta á ekki að heyrast í söfnuð Guðs. Og vinir, orðatiltæki segir að kvittur þagna þegar það lenda á vísri manneskju. Út að við eigum ekki að breiða út dauðatal. Og mér langar aðeins að fara í þessa ritningarstaði því að þarna kemur svo skýrt fram hvað skiptir miklu máli hvað við segjum kringumstæðurnar okkar. Lesum saman, en mennirnir sem höfðu farið upp eftir honum sögðu: við getum ekki farið gegn þessu fólki því að það öflugra en við. Og hvað gerðu þeir? Þeir báru út óhróður meðal Ísraelsmanna landið sem þeir höfðu kannað og sögðu. Landið sem við fórum til að skoða, allt fólk, landið sem við fórum að kanna, gleypir íbúa sína. Hugsið ykkur óttan sem að komin inn í hjörtu þessa hóp sem að fór. Þau hugsuðu bara: nei, þetta allt byggt á okkur, við erum aumingjar. Við getum ekki sigrað þessar kringumstæður, og þau fóru að tala illa loforð Guðs. Allt fólk sem við sáum í landinu var mjög stórvaxið. Og svo framvegis. Og vinir, þegar Guð hefur sett loforð í hjartað þitt, þá þurfum við að passa hvernig við umgöngumst loforð Guðs. Við þurfum að hætta að tala vitleysuna út munnin. Við þurfum að vera vör það sem við segjum. Við þurfum að biðja Guð að setja vörð varir okkar. Vinir, kirkjan þarf að vera orðvar. Við megum ekki segja tóma vitleysu. Þegar Guð hefur lofað okkur landinu, þá þurfum við að tala í okkur kjark. En ekki draga úr okkur kjark. Og vinir, það athyglisverða var að aðeins Jósúa og Kaleb sáu möguleikann í landinu. Þeir sáu landið sem var fullt af gæðum. Þeir sáu landið og þeir sögðu: herðu, það alveg rétt. Það eru risar í landinu, við getum sigrað á. Þeir minntust þess að Guð var með þeim í liði. Og vinir, alveg með sama hætti þá þurfum við að minna okkur á og Guð með okkur í liði. Og ef að Guð með okkur, hver þá á mót okkur? Það málið. Og það sem að gerist það að Jósúa var valinn út af því að hann hafði annan anda. Hann hafði annað viðhorf. Þannig eftir að Móse fór upp á fjallið og dó, þá tók Jósúa við út af því Guð kallaði hann hafði annan anda. Og vinir, til þess að vera kölluð af Guði, til þess að fara í stór fótspor, þá verðum við að hafa annan anda. Við þurfum að hafa annað viðhorf. Við megum ekki óttast. Og vinir, Jósúa var líka svo vel til þess fallinn út af því hann sá ávexti þess að hafa ekki farið inn í landið þegar Móse sendi þá til að byrja með. Það hafði þýtt að óvinurinn í rauninni letu bíða í 40 ár eftir því að höndla landið. 40 ár liðu. Og vinir, það svo mikilvægt að við gefur okkur eitthvað í hjart okkar. Alveg eins og með kirkjuna. Það svo mikilvægt að við stöndum vörð kristileg gildi á Íslandi.
Vinir, við erum að sjá veröld sem á fallandi fæti. Það er verið að halda upp á alls konar ósóma. Og vinir, ef við erum ekki tilbúin að standa í lappirnar, hverjir þá? Og vinir, kirkjan þarf að rísa upp. Hún þarf að segja hlutin eins og þeir eru, auðvitað í kærleika, en við þurfum að segja sannleikann. Og vinir, Guð hefur kallað okkur til þess að byggja kirkjuna. Ekki bara mig, heldur okkur öll. Og vinir, til þess að byggja kirkjuna þá þurfum að ganga saman í takt. Við megum ekki vera eins og Ísraelsmenn sem eru endalaust að kvarta og kveina. Heldur við byggjum hvort annað upp. Við blessum hvort annað. Við sjáum möguleikana. Við höfum annan anda. Má ég heyra amen? Við erum nefnilega af öðrum anda. Og vinir, kirkjan þarf að sýna það að við séum á öðrum anda. Því að hann er máttugur. Og hann er ekki búinn. Halleluja. Og vinir, það er þannig. Við höfum öll hlutverk. Og ég skal alveg segja ykkur það. Ef ég ætti bara að predika þegar mér liði þannig, þá myndi ég predika svona einu svona ári. En meiri sá sem í mér er heldur en sá sem er í heiminum. Hann bara ræður ekkert yfir því. Og við þurfum að taka stöð okkar hver sem hún kann að vera. Kannski ert þú kallaður til þess að vera bænahermaður. Taktu þá stöðu þína. Taktu landið. Ekki láta óvininn draga frá þér eða úr þér kraft. Því að Guð hefur síðasta orðið. Halleluja. Er það að taka móti hér í dag? Halleluja. Og Jósúa vissi að það kostaði að taka ekki landið fyrir 40 árum. Og mér langar að segja eitt, aðeins þú getur talað þig inn í tilgang þinn. Aðeins þú með það orð sem að býr í hjarta þínu getur þú talað fram tilgang þinn í Guði. Ég get hvatt og hvatt og hvatt. Ég get reynt að lyfta þér upp. Ég get reynt að segja, Orri, you can do it. En ef Orri trúir ekki að hann getur do it, þá fer Orri ekki neitt. Það er það sem ég er að segja. Og ég get sem möguleikan innra með Jóhann og sagt, Jóhanna, taktu landið. Ef hún trúir því ekki, þá mun hún ekki taka landið. Það sama gildir fyrir okkur öll. Vinir, þú hefur hlutverk að gegna og kirkjan er eins og einingar samfélag fólks sem að gengur saman gönguna. Og við látum ekki það sem er í hennu ytra hafa áhrif á stefnu okkar og gönguna með Guði. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig ég minni mig á hverjum einasta sunnudegi þegar ég á að tala, þá minni ég mig á af hverju ég geri það sem ég geri. Og ég minni mig á að Guð hefur sett mig í þetta hlutverk til þess að reisa við kirkju hans, til þess að hvetja, blessa og hjálpa á göngunni. Og ég minni mig líka á að hér kemur inn fólk sem hefur aldrei heyrt Jesú, sem að þarf að heyra að Jesús elski viðkomandi. Ég minni mig á að meiri sá sem í mér er. Þannig ég þarf ekki að vera óttaslegin þegar ég stend hérna, Guð gefur mér orð að mæla. En vinir, ekki bara ég. Hann gerir það sama fyrir eitt og sér hvert ykkar. Og það er það sem er svo dásamlegt við að tilheyra Guði. Hann er magnaður. Ég tala mig inn í hlutverkið. Og ég tala mig inn í hlutverkið í Guðamóð. Ég spá yfir lífi mínu. Ég spá yfir fjölskyldu minni. Ég spá yfir börnunum mínum. Ég tala í Guðamóð tilganginn sem að Guð hafði fyrir þau. Guð lét mig vita því var ólétt að tvíbrunum mínum að þau væru tvöföld blessun og þau myndu ganga hér og predika orðið. Og ég ætla að sjá það eiga sér stað. Ég ætla að biðja það í gegn. Og ég hvet þig til að gera það sama. Biðja fyrir mínum börnum, það er að segja hann. Þannig að Jósúa 1:8, fyrir maður aðeins aftur þangað, þessi lögbók skal ekki víkja úr munni mínum. Og vinir, lykillinn er nákvæmlega þarna. Hann segir honum nákvæmlega hvernig hann á að gera þetta og hann minnir hann á að lögbókin skal ekki víkja úr munni hans. Af hverju?
Því að dauði og líf á tungunarvaldi. Þú getur tala líf eða þú getur tala dauða. Og við kjósum að tala líf. Og ef við kjósum að tala líf, þá kjósum við að tala orð Guðs. Eru allir með mér? Þannig að við ætlum ekki bara að vita af orðinu, við ætlum að vera gerundir orðsins. Við ætlum að vera mikinn ávöxt í landinu. Við ætlum ekki bara að horfa á landið. Ó nei. Og rétt áður Móse fór til feðra sinna. Í 5. Mósebók 31. kafla í 7. versi. Móse kallaði því næst á Jósúa og sagði við hann frammi fyrir öllum Ísrael: vertu djarfur og hughröstur. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Þetta sagt aftur og aftur yfir lífi Jósúa. Þú átt að leiða þetta fólk í landi sem Drottinn hét feðrum þess að gefa því og þú átt að skipta landin á milli þeirra jarðarhluti. Drottinn sjálfur fyrir þér. Hann verður með þér. Halleluja. Drottinn sjálfur fyrir mér. Hann verður með mér. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér og hann verður með þér. Halleluja. Hann mun hvorki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Óttastu eigi og láttu eigi hugfallast. Það sem að gerist næst þegar Móse fer upp á fjallið og hann lætur lífið og hann finnst ekki. Stundum það þannig þegar Guð að taka okkur inn í landið að það sem að við höfum reynt að halda í og hefur verið okkur svolítið svona styrkur á göngunni, það hverfur. Því að Guð vill ekki lengur að við höllum okkur upp á fólki, heldur að við höllum okkur upp á sér. Og vinir, þegar Móse fór, þá var það í rauninni gott fyrir Jósúa, því að fólki hefur tilhneigingu til þess að fara að lofa hluti og fólk. Móse fannst ekki. En Jósúa var reistu við út að hann hafði annan anda. Hann var kallaður til þess að taka þau lengra, til þess að taka þau inn í landið, því að hann hugsaði hlutina öðruvísi. Og vinir, Guð að kalla fólk til þess að fara að hugsa hlutina öðruvísi. Við þurfum að fara að hugsa í lausnum, ekki hugsa í einhvers konar, ó nei, nú öllu lokið, eins og svo margir gera. Nei, þegar aðrir sjá svartnætti þá sjáum við tækifæri. Þegar við sjáum hlutina, þegar aðrir sjá erfiðleika þá sjáum við vonina. Þegar við tilheyrum Jesú. Halleluja. Og kirkjan ætlar að taka landið, má ég heyra amen. Mér langar að lokum að fara í Sálm 42. Aftur mér svo gott að taka Davíð sem dæmi. Magnaður maður hann Davíð, alls konar. Magnaður maður en mjög svona, þið vitið, alls konar. Hvernig hægt að orða það öðruvísi, alls konar. Hann var frábær, hann var líka bara ekki svo frábær, svona rétt eins og við, bara mistækur. Og það sem að Guð gerir í gegnum líf hans bara ekkert minna en bara algjör kraftaverk út af því að hann hafði rétt viðhorf. Hann hafði hjarta sem þráði meira af Drottni. Hann vildi meira Drottni og hann leyfði Guð að eiga við hjarta sitt. Þannig að hjarta og afstæða hjartan skipti gríðarlega miklu máli. Og það kemur fram í Sálmi 42:4. Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því að dagalangt var ég spurður, hvar Guð þinn? Og svo stendur í versi 5, ég bugast og sorg ég minnist þess sem ég var, þegar ég fór fyrir fylkingunni, fór fyrir þeim sem héldu að húsi Guðs með gleði hrópum og lofsöng í fagnandi hátíðarskara. Svo breytir hann alveg takt og það eitthvað sem við þurfum að læra af Davíð. Hann segir sannleikann hvernig honum líður. Hann kemur fram fyrir Drottinn og hann viðurkennir, sál mín buguð. Tár mín, ég bara fæða mín alla daga. En svo breytur hann takt og hann segir, hví ert þú buguð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann. Hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Halleluja. Takk, Jesús. Hvernig var að segja amen við þessu? Þannig að láta hugfallast samtal sem ég á við mig. Samtalið einhvern veginn á þessa leið, það verður alltaf svona.
Þetta alltaf meira klúðrið. Allt sem ég geri það bara einhvern veginn, endar ekki vel. Hvernig ég tala, hugrekki, kemur að því hvernig ég tala líka til sjálfs míns. Og hugrekki kemur að því að við tölum út orð Guðs. Það ekki til neitt annað hugrekki sem skiptir máli í þessu lífi, held annað en Jesú Kristur. Og þegar við tölum, þá þurfum við að tala yfir líf okkar í hugamóð. Við þurfum að tala yfir líf okkar eins og manneskjan sem valdið hefur. Því að við höfum vald í drottni Jesú Kristi. Hann hér og hann vill finna þig. Og hann ekki búinn að sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Og við þurfum að gera eins og Davíð konungur gerði forðum daga. Við þurfum að gera það sem að Jósúa gerði forðum daga. Við þurfum að fara að tala inn í and okkar. Við þurfum að segja við sálin okkar, lofaðu drottinn sála mín og allt sem í mér Og vinir, ég ætla ekki að vera hér og ég ætla ekki að vera hrygg endalaust. Ég ætla að líta til himins og sjá von mín og kraft í Jesú Kristi. Hann hefur ekki mistökin á neinu. Hann trúr og hann réttlátur. Hann miskunnsamur og lögbókin mun ekki víkja frá munni mínum eða í hjarta mínu. Ég ætla að hugleiða orð hans dag og nótt. Halleluja. Drottinn Jesús, gefðu okkur náð til þess að hugleiða orð þitt dag og nótt. Og það sem að þarf að gerast, vinir, það sem að gerist hjá Davíð aftur og aftur. Andi hans tók stjórnina. Við erum líka með sál og andi. Andin okkar hugur okkur. En við þurfum að gefa andanum að borða. Við þurfum að gefa andanum einhvers konar næringu. Og ef hann fær ekki næringu, þá getur hann ekki orðið hugur okkur. Og við þurfum að gera eins og Davíð gerði forðum dag. Hann tók bara sál sín og sagði, lofaðu Guð. Lyft upp nafni Jesú. Gefðu honum þakklæti í öllum kringumstæðum. Og þá munum við sjá sigur sem ekki kemur með öðrum hætti. Þannig að við ætlum að lifa í trú. Við ætlum að lifa í hugrekki. Má ég heyra amen? Við ætlum að rísa á fætur.